Norðan hvellur gengur yfir landið í kvöld og ekkert ferðaveður fram eftir morgni. Bændur kepptust við að hýsa fé í dag og ferðamenn bíða af sér veðrið á tjaldsvæðum. Yfirgnæfandi líkur eru á að kólumbíska drengnum sem átti að flytja á brott úr landi í nótt verði veittur ríkisborgararéttur. Brottvísun var því frestað. Árás Úkraínuhers á rússneskar sprengjuflugvélar í gær var þaulskipulögð og lengi í undirbúningi. Sendinefndir Rússa og Úkraínumanna hittust í Istanbúl í morgun á fundi sem litlar vonir voru bundnar við. Meirihlutinn á þingi segist tilbúin að funda langt fram á sumar til að ná helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Frumvörpin hrannast enn upp þó fresta eigi þingi í næstu viku. Þjóðernissininn Karol Nawrocki verður næsti forseti Póllands eftir nauman sigur í kosningunum í gær. Búast má við að hann reynist ríkisstjórninni jafn erfiður og forveri hans. Komið sæl. Norðan hvassviðri og hríð gengur yfir hluta landsins og vona á versnandi akstursskilyrðum í kvöld og nótt. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður hefur fylgst með viðbúnaði vegna veðursins í dag. Ólöf Rún, hver staðan núna? Staðan bara svo að það kalt og gengur hérna í Hörgársveitinni yfir með slyddu og rigningu til skiptis. Það að hvessa. Og þeir sem hafa kannski legið einna helst yfir veðurspánni núna eru bændur því að á þessum tíma þá væri venjulega verið að hleypa kindum á fjall sem betur fyrir nú flestir að fresta því núna. Við litum við á einum bæ í Eyjafjarðarsveit fyrr í morgun þar sem var verið að búa sig undir veðurkvöllin. Lítum á það. Já, það var heimilt að opna fyrir það í gær hérna í sveitarfélaginu að sleppa fjöll en við ákváðum að senda bændum áskorunum að bíða með það og ég held að flestir hafi farið eftir því og haldið því heima þangað til þetta verður gengið yfir. Þau á Svertingsstöðum búa svo vel að vera með allt sitt fé á túnum nærri fjárhúsinu svo auðvelt að stökkva til og hýsa ef að veðrið fyrir að versna. Já, við fylgjumst með veðrinu í nótt og tökum reglulega stöðuna. Geiturnar og kýrnar þola óveður síður en íslenska kindin og því var ákveðið strax í morgun að þær biðu af sér veðrið inni. Aðstæður eru svo mjög ólíkar milli bæja, sums staðar búast bændur við að veðurhamurinn verði meiri. Mörgum í fersku minni óveður á sama tíma í fyrra, þar mistu nokkrir bændur fé og margir urðu að hafa alla gripi inni dögum saman, þegar tún fóru á bólakaf í snjó. Og ég veit að bændur hérna út í Höfðahverfi og eins hérna austur undan eru búinir að hýsa þó nokkrir sko. En sauðburður ný afstaðinn og þessi allra minnstu þola kuldan verr. Ef við sjáum að fer að hríða mikið þá þarf að förum út og smölum. En meðan þetta bara rigning og festir ekki, þá svo sem eru nú nokkuð róleg sko. En samkvæmt spánni þá þetta nú eiginlega bara rétt að byrja núna því að versta veðrið að skella á svona í kringum miðnætti á Austurlandi, Suðausturlandi og svo hérna á Norðurlandi eystra. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna áhlaupsins og Vegagerðin hefur eins sett marga vegi óvissustig sem þýðir að þeim gæti verið lokað með skömmum fyrirvara. Því hefur verið beint til ferðaþjónustu aðila sérstaklega að vara fólk við að það gæti orðið mjög varasamt ferðaveður í kvöld og í nótt og eiginlega bara ekkert ferðaveður. Talandi ferðamenn þá litum við á tjaldsvæðinu á Hömrum núna áðan. Þar eru í kringum 40 mann sem ætla að dvelja þar í nótt. Flestir sögðust nú ætla að bíða af sér veðrið en þar eru einhverjir sem ætla að eyða nóttinni í tjöldum. You're not worried about this weather we're having? No. I've been in worse weather before. Oh, really? Yeah, in Norway. More rain and more wind at the same time. Maybe not as cold, but it'll be warm enough here. So we are having pretty unusual weather here for June. So there are some weather alerts for the next 24 hours. What are your travel plans for the next day or so? I'm going to stay right here. Or maybe in the kitchen as well over there. You're not worried about you're not worried about blowing away or getting cold? The tent will be okay, but I wouldn't want to be cycling tomorrow, no.
Velkomin Katrín Agla. Eins og Ólöf nefndi að náðan þá versnar veðrið í kvöld og í nótt og heldur þessi ótíð svo áfram næstu daga eða hvað? Það verður köld norðlæg átt hjá okkur næstu daga en veðrið verst í nótt og á morgun. Þá eru appelsingula viðvaranir vegna hríðar á norðan- og austanverðu landinu og vegna vinds á suðaustanverðu landinu. En einnig varað við vindi á vestanverðu landinu á morgun verður norðan 15 til 20 metrar á sekúndu þar og bara varasamt ferðaveður víða á morgun. Já, og næstu dagar kannski líka eða hvað? Já, það dregur aðeins úr þessu. Þegar líður á morgundaginn þá renna viðvaranir úr gildi og það verður skaplegra veður næsta dag en áfram köld norðanátt. Einmitt. Þú fer nánar við þetta í veðurfréttum og loknum íþróttum. Já, takk Katrín. Og þá öðru. Brottvísunin 17 ára Óskars Flóres í nótt hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun Útlendingastofnunar. Hún byggir á að líkur séu á og honum verði veittur íslenskur ríkisborgararéttur. Sækja átti Óskar í nótt og áttu 5 lögreglumenn og 2 starfsmenn barnaverndara fylgjónum til Kólumbíu með millilendingu í París. Flest sund höfðu lokast hjá Óskari og íslenskri fjölskyldu sem tekið hefur hann undir verndarvæng sinn. Dómstólaleiðin var eftir. Kærunefnd útlendingamála staðfesti fyrir 10 dögum frávísunu Útlendingastofnunar að taka fyrir á ný umsókn hans alþjóðlega vernd. Áður hafði faðir hans sótt vernd fyrir sig og börn sín án árangurs. Þegar Óskar kom að ný til landsins í nóvember var hann fylgdarlaus barn. Nokkrum sinnum síðustu vikur hafa verið mótmæli til stuðnings Óskari. Í svari frá Útlendingastofnun við fyrirspurn fréttastofu síðdegis segir að á grundvelli upplýsinga frá formanni allsherjar og menntamálanefndar Alþingis að yfirgnæfandi líkur séu á að lagt verið til að drengurinn fái ríkisborgararétt hafi flutningi hans verið frestað. Vísar stofnunin svo í útlendingalög að heimilt sé að fresta brottflutningi útlendings vegna sérstakra aðstæðna hans. Því virðist blasa við að þarna hafi stjórnmálamenn gripið í taumana. Óvenju margar umsóknir ríkisborgararétt eða frá að 400 manns hafa borist allsherjarnefnd enda voru engar umsóknir afgreiddar fyrir jól. Búist við að allsherjarnefnd leggi fljótlega fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar. Áfengisleyfi fyrir tónleika FM 95 Blö í Laugardalshöll á laugardag gerði aðeins ráð fyrir 8.000 gestum þrátt fyrir að fleiri hafi verið á viðburðinu. Þá gerði leyfið ráð fyrir að tónleikarnir hæfist klukkan 6 en byrjaði var að selja áfengi nokkrum tímum fyrr. Mikil örtröð varð á tónleikunum og þurftu 15 manns að leita á bráðamóttökuna vegna þess. Tónleikahaldararnir, fyrirtækið Nordic Live Event, hafa ekki veitt kost á viðtali og ekki heldur liðsmenn FM 95 Blö. Og Alexander Kristjánsson fréttamaður við Laugardalshöll. Alexander, það hefur gengið illa að fá svör við fyrirspurnum í dag, er það ekki? Jú, eins og þú segir Betta, þá hafa tónleikahaldararnir ekki gefið kost á viðtali. Það leit nú út fyrir það svona framan að degja þeir myndu gera það en síðan var það ekkert af því. En samkvæmt okkar heimildum þá er von á yfirlýsingu og það væri þá jafnvel á morgun. En tónleikahaldararnir funduðu í morgun með viðbragðsaðilum, þar að segja með lögreglu og slökkviliði. Og Jón Viðar Matthíasson, slökkvilistjóri, er hérna hjá mér. Já, Jón Viðar, hvað kom fram á þessum fundi í morgun? Það kemur svona kjarni málsins að það þarf að huga að flæðinu inn í byggingunni því að fjöldin sjálfur á tónleikunum var ekki stóra vandamálið. Húsið þolir 11.500 manns. Þú segir fjöldin sjálfur ekki stóra vandamálið en það lítur samt út fyrir að það hefur verið þarna aðeins fleiri heldur en hefðu átt að vera. Það var sótt fyrir 8.000 manns eða leyfið fyrir 8.000 manns. Og ef það hefur verið selt meira en 8.000 þá er það náttúrulega ábyrgð viðburðahaldara. En stóra málið er þá kannski frekar þessi stigi hérna fyrir aftan okkur? Já, það er ákveðin flöskuháls og þegar fólk er að koma niður stigann og jafnvel annað eins fjöldi eða meira vill fara upp og þá myndast bara ákveðin stífla og ákveðin ástand sem að skapa í rauninu þetta sem átti sér stað. En Laugardalshöllin, þetta er ágætis staður fyrir svona viðburði? Laugardalshöll er bara fínn staður fyrir svona viðburði en það er eins og með alla viðburði það þarf að hafa öryggisgæsluna og allar þá hluti á hreinu og þarna er einmitt í tækifæri okkur að læra því miður þurfti þetta eiga sér stað en þarna er stórt tækifæri til að gera betur. Hver eru svona helstu þættirnir sem að taka út úr þessu? Ég held að sé dálítið flæðið inn í húsinu, hvert ferðu á salirni, hvar eru veitingarnar, hvar er sjálfur viðburðurinn eða skemmtunin sjálf og svo náttúrulega hefur áhrif tímalengdin. Ef tímalengdin er mjög löng þá kallar það á ákveðna hreyfingu á fólkinu á sama tíma. Akkurat. Margt að læra af þessu, við látum þessu lokið héðan frá Laugardalshöll. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Út í heim, sendinefndir Úkraínu og Rússlands hittust í Tyrklandi í morgun til að reyna að þoka friðarviðræðum áfram.
Næstum reyfarakend árás Úkraínuhers á rússneskar herþotur í gær setti svip sinn á fundinn. Þessar myndir af árásum Úkraínumanna líta kannski út eins og óskup venjuleg myndskeið frá víglínunni. En nei, kóngulóa vefjar áætlun Úkraínuhers, eins og hún var kölluð, var allt annað en það. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Herinn grandaði í gær 40 Tupolev herþotum Rússlandshers sem Úkraínumenn segja að sé þriðjungur Tupolev flotans. Þessar sprengjuflugvélar hafa frá innrás verið notaðar til að gera loftárásir á almenna borgara í Úkraínu. Zelenski forseti sagður hafa haft yfir umsjón með árásunum sem voru 1,5 ár í undirbúningi og minna helst á eitthvað úr njósnamynd. 117 árásardrónum sagt hafa verið smyglað í sakleysislegum viðarkofum sem ekið var með yfir landamærin til Rússlands. Vörubílunum var svo lagt við þjóðvegi nærri herflugvöllum í Rússlandi, jafnvel langt inni í Síberíu og drónarnir voru svo sendir á loft, allir á sama tíma og beint að Tupolev þotunum. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Árásin sætur sigur fyrir Úkraínumenn sem senda með henni skilaboð bæði til Rússlands og til bandaþjóða á Vesturlöndum að herlandsins sé alls ekki af baki dottinn. En stríðið þó langt því frá unnið og verður það ekki í bráð. Litlar vonir eru bundnar við friðarfund sem var í Istanbul í morgun. Víðs fjarri á fundi með leiðtogum austrænni NATO-ríkja í Vilnius í morgun sagði Zelenski að til enn harkalegri viðskiptaþvingana kæmi gegn Rússum ef fundurinn í Istanbul skilaði engu. Europe together with America has better weapons than Russia. We also have stronger tactical solutions. Our operation Spiderweb yesterday proved that. Björgólfur Thor Björgólfsson, kaupsýslumaður, hafnar því að njósnir fyrirtækisins PPP hafi verið á hans vegum. Björgólfur Thor segist fyrst hafa séð upptökur af njósnunum í Kveik 30. apríl á sama tíma og aðrir. Í yfirlýsingu segist hann ekki hafa svarað fyrir ásakanir njósnir fyrr því hann hafi viljað sannreyna upplýsingarnar. Björgólfur segir fulltrúa PPP hafa boðist til að afla upplýsingum fólk sem undirbjó málsókn gegn honum. Starfsemin hafi verið kynnt sem lögleg upplýsingaöflun og honum þykir miður hversu langt hafi verið seilst. Björgólfur gaf ekki kost á viðtali. Samfylkingin heldur áfram að bæta við sig fylgi og mælist með ríflega 30% í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Sósíalistaflokkurinn missir rúmt prósentustig frá síðasta mánuði eftir stormasaman aðalfund. Fylgi Framsóknarflokksins hefur aldrei mælst minna. Samfylkingin mælist með 30,7% af fylgi samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Þetta í fyrsta sinn í 1,5 ár sem flokkurinn yfir 30%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með tæp 22% en það svipað og í síðasta mánuði. Viðreisn kemur næst með rúm 14%. Fylgi Miðflokksins mælist 9% og Flokkur fólksins með 7,5%. Vinstri græn bæta lítilega við sig milli mánaða og mælast með 3,6% af fylgi. Mikið hefur gustað sósíalistaflokkin síðustu vekurnar eftir aðalfund þar síðustu helgi. Nýtt fólk valdist til forystu og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem var leiðtogi flokksins sagði sig frá trúnaðarstörfum. Fylgi flokksins minnkar mest allra milli mánaða, fer úr 4,7% niður í 3,5%. Þá standa Píratar í stað og mælast með 3,3%. Stuðningur við ríkisstjórnina 67%. Framsóknarflokkurinn mælist með 5,5% og hefur ekki mælst með minna fylgi frá því Gallup hóf að mæla fylgi flokka árið 1992. Flokkurinn mæltist með 6,1% í síðasta mánuði en fekk 7,8% í kosningunum í nóvember í fyrra. Þjóðernissininn Karol Nawrocki verður næsti forseti Póllands. Hann var nauman sigur á móti Evrópusinnunum Rafal Trzaskowski í gær. Nawrocki fekk tæp 51% atkvæða og Trzaskowski rúm 49%. Því munar aðeins tæpum 2% á frambjóðendunum tveimur. Kjörsókn var rúm 71% sem met í forsetakosningum í Póllandi. Fyrra metið frá 1995 þegar kjörsókn var rúm 68%. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy.
Þarna hljóp Trzaskowski á sig. Fyrstu útgönguspár sýndu nauman sigur hans, en þegar líða tók á nóttina var Nawrocki komin yfir og snemma morguns var niðurstaðan ljós. Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce, cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej, chcą Polski bez nielegalnych migrantów, Polski bezpiecznej. Polska jest podzielona i pewnie zawsze będzie, ale wydaje mi się, że jednak jest więcej patriotów w naszym kraju niż ludzi, którzy chcą oddać Polskę. Obojętna. Żaden z moich kandydatów nie wygrał, więc jest mi to zupełnie obojętne, który z nich. No nie podobają się, co ja mam powiedzieć. Raczej nie. Przewidywałem, że będzie inaczej, myliłem się, więc nie podobają się wyniki. Ríkisstjórn Donalds Tusk hefur ítrekað kvartað yfir að núverandi forseti, Andrzej Duda, standi í vegi fyrir að stefnumál hennar nái fram að ganga. It is to be expected that Nawrocki will not only continue the strategy of Duda of vetoing legislation, draft bills of this government or sending them to the constitutional review, but also will set a different tone in the international arena. Nawrocki gagnrýninn á Evrópusamvinnu og vill draga úr stuðningi við flóttafólk frá Úkraínu. Hann aðdáandi Bandaríkjaforseta og í vikunni hvatti ráðherra í stjórn Trumps Pólverja til þess að kjósa Nawrocki. If you elect a leader that will work with President Donald J. Trump, the Polish people will have an ally strong that will ensure that you will be able to fight off enemies that do not share your values. And you will have equipment that is American made, that is high quality. Árás með Molotov-sprengju og eldvörpu í Colorado í Bandaríkjunum í gær þar sem 8 særðust rannsökuð sem hryðjuverk. 45 ára Egypti í haldi lögreglu og kom fyrir dómara í borginni Boulder síðdegis í dag. Hann sagður hafa öskrað frjáls Palestína leið og hann bar eld að fólki sem safnast hafði saman til stuðnings þeim sem í haldi Hamas á Gaza. Þeir sem særðust á aldrinum 52 til 88 ára. Sá elsti lifði af helför nasista. Einn hinna særðu berst fyrir lífi sínu á sjúkrahúsi en hinir eru ekki í lífshættu. Bandarískir stjórnmálamenn þvert á flokka fordæma árásina og segja hann hafa beinst gegn gyðingum. Sigurður Hannesson, stjórnarformaður Kviku-banka, segist fagna áhuga Íslandsbanka og Arion banka á að kaupa eða sameinast Kviku, en ekkert liggi fyrir framhaldið. Eins og kunnugt hafa bankarnir tveir lýst yfir áhuga á sameiningu og báðir óskað eftir viðræðum við Kviku-banka. Íslandsbanki segist reiðubúinn til að bjóða 10% ofan á markaðsvirði Kviku við útreikninga á skiptihlutföllum og óskar eftir svari í síðasta lagi í næstu viku. Arion banki segir að sameining við Kviku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Stjórnarformaður Kviku sagði í samtali við Fréttastofu að þar á bæ væru menn að ráða ráðum sínum og meta stöðuna. Lítið væri að segja núna, annað en að áhuga væri fagnað, en að málin myndi skýrast fljótlega. Stjórnarliðar á þingi segast tilbúnir að setja fram á sumar til að koma helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Vel á annað 100 mál bíða afgreiðslu og enn bætist í bunkan. Verkstjórn meirihlutans var enn og aftur gagnrýnd á þingi í dag. Í síðustu viku lagði ríkisstjórnin fram 3 frumvörp, meðal annars umdeilt frumvörp strandveiðar og bætast þau við yfir 100 frumvörp sem enn á eftir að afgreiða. Þetta þykir stjórnarandstöðunni sérstakt þar sem starfsáætlun þingsins gerir ráð fyrir að þingstörfum ljúki í næstu viku. Hér á að boða enn ný mál, þrátt fyrir að þingið allt í algjöri skrúfu með öll þau mál sem eru ekki búin að ganga frá. Í mínum huga snýst þetta ekki fjölda mála sem að verkstjórnin ætlar að koma hér í gegn. Þetta snýst gæði löggjafarinnar. Þetta finnst mér gefa tilefni til þess fyrir hæstvirtan forseta að reyna nú að róa sitt lið og útskýra hvað eðlilegt í þingstörfum og hvað ekki. Samkvæmt starfsáætlun eru 7 þingfundardagar eftir og áætluð þingfrestun á föstudaginn í næstu viku. Viðræður milli stjórnar og stjórnarandstöðu þinglok hefjast væntanlega á næstu dögum. Stjórnarliðar segja staðráðnir í að koma málum ríkisstjórnarinnar í gegnum þingið. Ekki á 8 dögum, kannski 80 dögum, ég veit ekki hversu mörgu dögum, en það gleðilegt að heyra háttvirtir þingmenn eru algjörlega tilbúnir í það að vera með okkur hér í sumar til þess að vinna málunum. Ef það þarf að vera lengur inn í júní, þá verðum við lengur inn í júní, en það ekkert nýtt í því heldur að stundum komi mál seint fram.
Urður, hvað verður á boðstólum í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að ræða umræðina sem hefur orðið í hörku í umræðinu málefni útlendinga og flóttafólks undanfarið. En það verður ýmislegt ratað í fréttir síðustu mánuði sem virðast hafa ýtt undir útlendinga andúð og við sáum það meðal annars í mótmælum á Austurvelli helgina. Gestir minni í kvöld verða Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, staðgengill bæjarstjóra í Reykjanesbæ. En bæði sveitarfélögin hafa tekið á móti fjölmörgum umsækjendum alþjóðlega vernd undanfarin ár og við ætlum að ræða hvernig það hefur gengið og einnig þessa auknu togstreitu í umræðinni. Fylgjumst með því. Takk, Urður. Þá skulum við sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, segir litlu breyta þó sterkir vindar muni leika Laugardalsvöll annað kvöld. Ísland tekur þá á móti Frakklandi í þjóðadeild Evrópu. Bráðabanna þurfti til að fá fram úrslit í karlakeppni Hvaleyrar bikarsins í golfi í Hafnarfirði í gær. Og danski framherjinn Tobias Thomsen hefur verið miklu stuð í bestu deildinni. Hann segist elska Ísland en sé þó alltaf Dani. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður við hleypum þeim að skulum við sjá hvað var helst í þessum fréttatíma. Norðan hvellur gengur yfir landið í kvöld og ekkert ferðaveður fram eftir morgni. Bændur kepptust við að hýsa fé í dag og ferðamenn bíða af sér veðrið á tjaldsvæðinu. Yfirgnæfandi líkur eru á að kólumbíska drengnum sem flytja átti á brott úr landi í nótt verði veittur ríkisborgararéttur. Brottvísun var því frestað. Árás Úkraínuhers á rússneskar sprengjuflugvélar í gær var þaulskipulögð og lengi í undirbúningi. Sendinefndir Rússa og Úkraínumanna hittust í Istanbúl í morgun á fundi sem litlar vonir voru bundnar við. Meirihlutinn á þingi segist tilbúin að funda langt fram á sumar til að ná helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Frumvörpin hrannast enn upp þó fresta eigi þingi í næstu viku. Þjóðernissininn Karol Nawrocki verður næsti forseti Póllands eftir nauman sigur í kosningunum í gær. Búast má við að hann reynist ríkisstjórninni jafn erfiður og forveri hans. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Næstu frétti verði í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Lítil stórvirki, Big Little Journeys. Náttúrulífsþættir frá BBC smávaxin dýr sem takast á við stórar áskoranir. Paradís. Dóttir stjórnmálamanns á Kanaríeyjum og eiginmaður hennar finnast látin í finnsku borginni Oulu. Lögreglukonan Hilka fær aðstoð fyrrverandi samstarfsfólks síns í spænsku lögreglunni við rannsókn málsins. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fara yfir landsleið í pólitíkinni og atburði liðinnar viku með gestum sínum. Það komið að síðasta leik íslenska kvennalandsliðsins í þjóðadeild